Jæja Bjarni, hvernig er hljóðið í nýjum sveitarstjóra í Dalvíkurbyggð? Jú, hljóðið er bara mjög gott. Það er bara bjart yfir öllu hérna í Dalvíkurbyggð. Já, þú ert nýtekinn við. Já, það er komin 1,5 vika síðan ég tók við lyklunum af Svanfríði Jónasdóttur. Einmitt hér fyrir aftan okkur, þar sem skrifstofurnar eru. Já. Hvernig voru nú kosningarnar? Hvernig var kosningabaráttan og hvernig fór þetta allt saman í þig? Kosningabaráttan var í rauninni mjög góð að mínu viti. Það voru 3 framboð og menn ástundu heiðarlega og oft á tíðum kappsama kosningabaráttu og við vorum kannski með mikinn slagkraft. Við byrjuðum snemma í okkar baráttu og vorum eiginlega það framboð sem að hóf kosningabaráttuna mánuði fyrir kjördag og það voru margir sem að lögðust á áræðna með okkur og þetta bara gekk ljómandi vel. Nú voru 7 í bæjarstjórn og það munar litlu að þau fengju hreina meirihluta. Já, það munaði eitthvað rúmlega 40 atkvæðum mann rétt að 4. maðurinn hjá okkur myndi ná inn. Þannig að það var nokkuð tæft. En hvernig er þá verkaskiptingin í nýju meirihluta? Já, það er þannig að þetta eru svona B- og D-listin sem að gerðu með sér meirihluta samkomulag og forseti sveitarstjórnar kemur frá B-listanum en aftur á móti formaður byggðarráðs kemur frá D-listanum. Öðru leyti er skipting í nefndir jöfn á milli frambúðana og svo er ég ráðinn aftur á móti sem sveitarstjóri og kem að B-listanum. Hver er svo framtíðarsýnin? Hver verða svona þá helstu verkefni í nánustu framtíð? Já, það er að mörgu að taka hér. Við lögðum upp með ákveðin stefnumál og eitt af því var 4 í byggð og það er nú hlutur sem að það er að gera átak í. Það er ýmsar gatnagerðar framkvæmdir og annað slíkt sem að þarf að lagfæra. Og einnig voru við með svona sérstök mál sem aðrir voru ekki mikið að tala um og má það nefna í því sambandi smávirkjanir þar sem við viljum að verði farið í það að kanna alla kosti smávirkjana hérna í Dalvíkurbyggð og síðan er annað mál að það er ljósleiðaravæðingin og það er heilmikil framtíðarsýn í því einmitt að ljósleiðaravæða allar íbúðir og fyrirtæki í byggðarlaginu og það getur gefið okkur ákveðin tækifæri inn í framtíðina. Já. En hvernig er staðan svona sveitarfélagsins almennt? Þið náttúrulega vel sveitsetti til dæmis að taka á móti ferðamönnum? Já, ferðaþjónusta hefur náttúrulega verið mikið drifkraftur hérna í samfélaginu á undanförnum árum og nú er það þannig að það eru hér 3 hvalaskoðunarfyrirtæki og síðan eru hérna þyrlu skíðamennsku fyrirtæki líka og hérna hafa verið að spretta upp veitingastæðir og gististæðir þannig að ég held að ungt fólk sem að sér tækifæri það á að koma hingað og efla þennan þátt í atvinnulífinu sem er ferðaþjónustan. Heilmikið tækifæri og ég get allan að lofa því að sveitarfélagið mun ekki standa í vegi fyrir því að komi þarna ungt og duglegt fólk sem að vill byggja upp með okkur. Já, svo er eitt stærsti dagur ársins í Dalvíkurbyggð og kannski á Íslandi, það er fiskidagurinn, styttist í hann? Já, þetta er geysilega mikil hátíð alltaf hjá okkur hérna á Dalvík, fiskidagurinn mikli og hann er haldinn núna 9. ágúst. Hann er alltaf helgina eftir verslunarmannahelgi og við höfum verið að fá hérna frá 20 upp í 35.000 manns gesti hérna til okkar. Þetta er mikil hátíð og ég býð bara alla sem hafa áhuga á því að koma hérna að bara gera svo vel og mæta. Það er alltaf gott veður á fiskidaginn.